Við erum stödd hér í tíma í frumkvöðlafræði í Verkmenntaskólanum á Akureyri en í þessum áfanga þá læra nemendur að stofna fyrirtæki, búa til vöru og koma henni á markað. Við skulum kíkja nánar á það hvað nemendur eru að fást við. Segið okkur aðeins frá ykkar fyrirtæki og ykkar hugmynd. Þetta er í rauninni bara launapp sem er á netinu, svo þetta er vefapp sem sagt þú tekur bara alla hlutina sem þú færð á launaseðlinum. Svo þannig erum við að fá krakkana líka til að læra betur launaseðilinn sinn og svona hvað tölurnar þýða og aðeins að pæla í þessu. Og síðan erum við með stimpilklukku sem þú setur inn tímana þína og þá reiknar það út svona sirka hvað þú átt að fá til að tjekka hvort það sé verið að svindla þér. Af því við viljum náttúrulega ekki að það sé verið að svindla á ungu kynslóðinni sem er að koma núna innan vinnumarkaðinn bara því þau eru ekki að pæla í þessu eða þau eru ekki að hafa ekki áhuga á þessu. Svo við erum að reyna að gefa þeim tæki sem þau skilja og er einfalt svo að þau geti passað upp á sjálfum sig og er ekki að láta svindla sér bara því þau er ekki að pæla í því. Nú hafa meitt komið upp einhver svona mál að ungt fólk hafi ekki fengið rétt greitt. Kviknaði hugmyndi kannski út frá þessum fréttum? Hugmyndin kviknaði út frá því að tilefni er í þessum hóp að það hefur verið að svindla. Við ætlum ekki að nefna einu nöfn eða neitt svoleiðis. En þannig kviknaði hugmyndin að búa til launapp sem geti haldið utan launin okkar svo væri ekki að svindla á okkur. Og það eru til bara alls konar tegundir af þessu en ekki neitt eitthvað sér íslenskt við erum með rétta tölur miðað við sem sagt 2 stéttarfélög sem við erum í samstarfi við sem er Eining iðja og félagsskrifstofu og verslunarfólks hérna á Norðurlandi. Svo við erum með alveg réttar tölur. Svo það er bara mikilvægt einmitt að fá eitthvað staðhæft af því að náttúrulega það gengur ekkert að vera að reikna skattana sína eftir Ameríku eða Bretlandi eða eitthvað þannig ef við býrðum á Íslandi. Og hvernig hefur verkefni gengið? Það er bara gengið vel. Búin að það vera mikil vinna, kosta mikið söfleysi en þetta er búin að ganga vel. Við erum búin að hanna appi, við erum búin að fá forritara sem er búin að koma þessu upp, búin að vera samstarf með okkur alla önnina og eins og við erum búin að koma með síðu, búin að búa til svona. Ef þú ferð inn á launi.is þá sérðu stimpilklukku og getur skráðið inn. Þetta er bara búin að ganga vel en búin að vera mikil vinna. En nú kostar náttúrulega að búa til svona app. Ég meina, hvernig hafið í rauninni fjármagnað þetta? Ég meina, þið eru náttúrulega bara venjulegir framhaldsskólanemar. Við erum búin að vera að selja hlutabréf til svona bara til kennara og nána aðstandenda og þannig. Og síðan erum við líka búin að vera að sækja styrki í fyrirtæki og það hafa bara komið mjög góðar undirtektir og allir eru rosalega jákvæðir mitt fyrir að styrkja eitthvað sem er að ýta undir fjármálalæsi hjá ungu fólki og er undirbúa næstu kynslóð fyrir vinnumarkaðinn af því fyrirtækin munu gagnast það að hafa fólk sem kann á sín réttindi því það kann það líka á skyldurnar sínar. Það er sér síða inn á síðunni sem er bara með logo hver einasta styrktaraðila sem vill styrkja ykkur, svo það sé bara 1000 skall upp í 20.000 skall. Þannig að við erum sýning hverjir að standa í baki og hverjir vilja hjálpa ungum framhaldsskólanemum. Við erum bara mjög þakklátt fyrir allan þann stuðning sem við erum búin að fá og vonandi fá meira af honum. Þetta fyrirtæki var til í frumkvöðlafræði hérna í skólanum og eftir miklar pælingar á vöru sem við ætlum að framleiða. Áfangi sérst gengur út það að finna vöruhugmynd, þróa hana í eitthvað áþreifanlegt og reyna svo að selja hana og loka svo fyrirtækinu í lok annar. Þetta er mjög skamlíft. Og við ákváðum sérst að framleiða vöruna Kóng, heilsusamlegan ávaxtadrykk sem hefur þessi skemmtilegu bragðbætandi áhrif á vökva líkamans. Og hafið þið rannsakað það eða? Mjög óformlegar rannsóknir, óvísindalegar en rannsóknir engu að síður, já, og þetta hefur virkað. Og hvað inniheldur þessi drykkur? Þetta inniheldur meiripartinn nýkreista ávexti eins og ananas og sítrónur og appelsínur, trúnubrauðsafa og svo kryddum við hann aðeins með kanil, kardímómum og hveitigrasi. Síðan er í hann líka pínu selleri, ég held að eina sem maður glemdist. Já. Og mynda. Þetta er, og mynda. En hvað, þarf fólk á svona safa að halda? Þarf fólk að bæta, líkamsvessana? Þetta er engin nauðsyn en þetta hefur skemmtileg auka áhrif og alltaf góð viðbót. Og hvernig hefur verkefni gengið? Bara mjög vel sko. Við fengum samstarfsaðila til að pakka fyrir okkur, til dæmis fengum Kalda á Áskursandi, þeir byggðust til að pakka fyrir okkur gegn því að við gerðum það sjálf. En þeir komu með flöskur og hjálpuðu okkur mikið við þetta á aðstöðu.
og já, þeir voru bara til staðar fyrir okkur. Það var mjög þægilegt að geta einmitt breytt líka tíma á bara síðustu stundu. Það var alveg, já, þeir voru rosalega mikið til staðar. Það var mjög þægilegt. En hver sem sagt að blanda sjálfan Safa? Við öll. Það gerum við, já. Í eldhúsinu hérna í verkmyndaskólanum. Þannig að matvælaböndunum hjálpa okkur mjög mikið við framleiðslu á drykknum. Og hvað? Hvað ætlið þið langt með þetta verkefni? Ég veit að þetta náttúrulega bara skólaverkefni, en hafið þið hugsað ykkur að fara með þetta á almenna markaði? Það fyrir svolítið eftir viðtökunum sem við fáum núna. Við ætlum að reyna að selja þetta í dag og kannski eitthvað lengur í skólanum bara og sjá hvernig viðtökunum verða. Ef það verður góð, þá kannski fara þetta í búðir. Það var svona, já, þetta var skemmtileg hugsun, en þetta mjög kostnaðarsamt. Þetta allt nýkrist. Þetta tímafrekt líka svolítið. Já, mjög tímafrekt. Lítill hagnaður og mikill startkostnaður. Þannig að við hugsum að þetta verði ekkert meira til framtíðar en bara hérna í skólanum. Helga, þú kennir þennan áfanga hér í VFMA. Hvert í rauninni markmiðið með þessu námi og hvernig mun þetta nýtast nemendum í framtíðinni? Markmiðið með þessu námi að þau fara gegnum það ferlurinn að vera frumkvöðlar, að koma með sínum eigin hugmyndir og þú standa fyrir þeim, velja hvað þau ætla að gera og koma sínum eigin hugmyndum í framleiðslu og markaðssetja og standa fyrir því. Þau koma rauninni við öll þau vandamál sem að mögulega geta komið upp við frumkvöðlarstörfi rauninni að stofna fyrirtæki. Þau þurfa að hugsa allt, þau þurfa að hanna vöruna, þau þurfa að búa til markaðsefni, þau þurfa að stofna fyrirtæki, fá fjármagn, þau þurfa að selja hlutabréf og rauninni svo þurfa að selja vöruna og kynna hana og hafa svona viðburði í kringum það. Og í loka áfangans þá rauninni lokaði fyrirtækinu að gera upp alla reikninga, gera ársreikning í lokin og þeir hluthafar sem hafa keypt hlutabréf þeir fá þá greiddan hagnað ef einhver það hefur venjulega verið eitthvað smá, kannski nokkrar krónur bara, en það fá allir sinn skerf sem að lögðu til hlutafé í upphafi. Þau rauninni læra bara allt svona hvernig þú rekur fyrirtæki mjög á stuttum tíma, þetta einhverja 15 vikur, þetta mjög stutt námskeið, þau fara í gegnum allt og koma í ýmsum vandamál sem þau þurfa að leysa bara eins og í venjulegum fyrirtækjum og verða held ég mjög vel undirbúin undir hvað getur gerst, hvaða vandamál hvaða vandamál koma upp í svona fyrirtækjarekstri og verða miklu betur undir að búin að vita hvað mun gerast næst og hvað getur mögulega gerst, hvaða vandamál á leiðinni þegar þau ætla að fara að stofna sína eigin fyrirtæki og framleiða sína eigin vöru.